kynnum glæsilega nýja samlokusíma frá Samsung, Galaxy Z Flip 7 og Galaxy Z Fold 7. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið heil og sæl og velkomin í Spursmál föstudaginn 7. nóvember. Það var ánægjulegt að sjá þann mikla fjölda meðlima í bókaklúbbi Spursmála sem lagði leið sína á vinnustofu Kjarvals í gærkvöldi þar sem ég ræddi við þá Guðlaug Þór Þórðarson og Magnús Björnsson bókina We Need to Talk About Sea sem við tókum fyrir í októbermánuði. Dauða bókarinnar hefur lengi verið spáð en svo mikla þáttaka sem við finnum fyrir í klúbnum gefur til kynna að hún lifi góðu lífi. Það eina sem þarf að tryggja að fólk fái í hendur bækur sem þessu virði að verja tíma í að lesa. Nú í nóvember tökum við einmitt fyrir eina slíka. Helfurinn eftir Lawrence Rees magnað verk einhverja óhugnanlegustu atburði sem sagan kann frá að greina. Í Morgunblaðinu í dag að finna greinarkornum hana, þar sem ég seta atburðin í samhengi við samtíð okkar og þá ástæða til að benda á ritdóm Björns Bjarnasonar fyrrverandi ráðherra og aðstoðarritstjóra Morgunblaðsins í blaðinu í gær. Hann gefur bókinni verðskuldaðar 5 stjörnur. Hún var tilboð í pennanum þennan mánuðin í tengslum við umfjöllun bókaklúbbs Spursmála og hvetji þig til þess að skráðu til leiks með okkur. Það kostar ekki neitt, en samstarfsaðilar okkar verkefnið eru fyrrnefndur penni, Samsung, Keresis og Brim. Vikan hófst á nokkrum tíðindum úr pólitíkinni þegar Sjálfstæðisflokkurinn auglýsti höfuðstöðvar sína til síðustu áratuga til sölu, Valhöll við Háaleitisbraut. Má segja að hún sé helsta pólitíska kennileiti höfuðborgarinnar ásamt Alþingishúsinu og Ráðhúsinu við Tjörnina. Sitt sýnist hverjum þessa ákvörðun en hún kunn vera hluti af ásýndarbreytingum sem ný forysta flokksins hefur boðað. Það virðist reyndar ekki veita af að bretta upp ermar á þeim vettvangi en stuðningur við flokkinn mælist í lægstu lægðum og erfitt að finna viðlíka dæmi bága stöðans nema í kringum sjálft bankahrunið 2008. Það má spyrja sig hvort það sé rétt ákvörðun á slíkum tímapunkti að hrófla við því sem þó virðist til marks festu og sögulegt mikilvægi flokksins. Víða skrafað að stefna flokksins sé fálmkennd og að margir sem stutt hafi við flokkinn á síðustu árum og áratugum telji sig finna skýrari leiðsögn á öðrum vettvangi en þessum. Og talandi pólitíkina, Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, efndi til samtals við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í þinginu í gær og gerði þar stöðu efnahagsmála að umtalsefni. Drepum niður í svari forsætisráðherrans. En stóra myndin sú að heilt yfir staðan töluvert betri en hún var í fyrra. Verðbólgan hefur farið niður og verðbólgan mun fara niður á næstu misserum. Vextir hafa lækkað og munu væntanlega lækka enn frekar með minnkandi verðbólgu. Það gengur vel að takast á við stöðuna. Við erum að ná styrkari stjórn og við munum endurheimta jafnvægi í íslensku efnahagslífi. Það nefnilega það. Verðbólga mælist 4,3% og virðist á öllu vera á uppleið. Menn orðnar úrkula vonar að stýrivextir lækka þessu ári en þeir standa enn í himinhæðum. Og eru horfurnar betri nú en fyrir ári síðan? Það í raun og veru upplifun fólks. Eitt af 3 álverum landsins í lamasessi og ekkert útlit fyrir að takast mun að ræsa stóran hluta framleiðslunnar fyrir ári liðnu, ef hún gerði það þá. Annað tveggja flugfélaga landsins fór á hausinn í liðnum mánuði og 400 manns mistu vinnuna við það fyrir utan öll afleiddu störfin sem fylgdu í kjölfarið. Icelandair, stóra flugfélagið, í djúpum vanda og sagði þessari viku upp nærri 40 starfsmönnum. Búið að loka fiskvinnslum í kringum landið og í 2 hópuppsögnum mistu 75 manns vinnuna. Enn fleiri í óvissu störf sín, ekki síst vegna þess að sjávarútvegsfyrirtækin í kringum landið hafa kiftað sér höndum. Herpingur hjá Alvotech sem nær ekki gegnum nálarauga hjá bandaríska lyfjaeftirlitinu með mikilvægt lyf sem miklar væntingar voru bundnar við og í þessari viku þurrkuðust 90 milljarðar út af markaðsvirði fyrirtækisins í Kauphöll. Í kjölsoginu fylgdu svo milljarðatugir hjá öðrum fyrirtækjum og fréttir berast af því að rekstrargrundvöllur miðla sínar séð engu orði. Matvöruverð hækkar og forstjóri Haga lýsti því yfir í vikunni að fólk sé farið að fresta matarinkaupum fram yfir mánaðamót. Eru horfurnar betri nú en fyrir ári síðan eins og forsætisráðherrann lætur að liggja? Kannski hjá þeim sem sitja í hlýjum ráðherrastól og láta skutla sér á milli staða í dýrustu gerða Mercedes-Benz. En almenningur á Íslandi hefur aðra sögu að segja.
Og talandi sögur, jafnvel lygasögur. Það væri meira lagi forvitnilegt viðtalið sem birt var við Daða Má Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra í Morgunblaðinu á mánudagsmorgun. Þar var rætt gegndarlausan fjárhagsaustur til Póstsins, ríkisstofnunar sem í harðri og niðurgreiddri samkeppni við einkaaðila póst- og bögglasendingar landið þvert og endilangt. Þar lýsti fjármálaráðherra því yfir í undarlegu svari að póstþjónusta hefði á sínu tíma verið einn af hornsteinum siðmenningarinnar og hefði á einhvern hátt átt uppruna sinn á Ítalíu á 12. öld. Ég klóra mér dálítið í kollinum yfir þessari uppþembdu yfirlýsingu ráðherrans og hvaða tilgangi hún á að þjóna. Getur kannski verið ChatGPT hafi ákveðið upp á sitt einstæmi að gantast í ráðherranum. Það í raun og sann sennilegt. En líklega hefur hún ekki endilega gert ráð fyrir því að 5 aura brandarinn myndi endi í Morgunblaðinu sem kennslustund til almennings póstþjónustu. Hér á eftir ætla ég að ræða við þær Líf Magneuðdóttur, borgarfulltrúa VG og Magneu Gná Jóhannsdóttur sem borgarfulltrúi fyrir Framsóknarflokkinn. Þær hafa mjög mismunandi sögur að segja af stöðunni í borginni nú þegar styttist óðum í kosningar til borgarstjórnar og annarra sveitarstjórna í landinu. Að loknu samtali við þær kemur svo hingað til mín Björn Sóeka sem forstjóri King Faisal sjúkrahússins í Sádi-Arabíu. Ég hvet ykkur til að fylgjast með þessari spennandi umræðu. En áður en að því öllu kemur, þá ætlar Ásthildur Hannesdóttir, kollegi mín hér á Mókanum, að fara yfir það hvernig pólitíkin lítur við okkur eins og hún birtist á samfélagsmiðlum í þessari viku. Nú fylgir glæsilegur kaupauki með nýjum samlokusímum frá Samsung. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Nýr og alrafmagnaður Kia EV4. Skrefinu á undan. Askja. Málaðu heimilið í þeim lit sem hugurinn girnist með Kópal innimálingu, svansvottuð og íslensk framleiðsla. Máling. Ert þú búinn að kíkja á fitnessport.is? Fjölbreytt úrval af fæðubótarefnum fyrir fólk á öllum aldri. Fitnessport.is. Fyrir fólk eins og þig. Góð hljóðvist gríðarlega mikilvæg þegar kemur að veljan á vinnustað. Hjá A4 bjóðum við upp á fjölbreyttar og vandaðar lausnir fyrir hvaða rými sem Hafðu samband eða kíktu í heimsókn og kynntu þér hljóðvistar lausnirnar sem henta þínum vinnustað. Halló, my fellow islanders! Björt og góð vika að baki sem að einkenndist aldeilis af veðursæld, söng og gleði. Flestir komust að í dekkjaskipti og eru því reddi í allt vesenið sem framundan og verður. Við náttúrulega sleppum ekkert við það, hvort sem okkur líka betur eða verð. En það ekki nema cirka hálft ár í næsta sumar. Við getum allavega að fara að láta okkur hlakka til. Það alltaf gott að hafa eitthvað svona tilhlökkunarefni í skammdeginu. Einhver svona litla sæta gulrót. Sigga andstæðingur alls og sérstaklega ríkisstjórnar og ríkisstofnana. Hún var ekki sátt við viðvörun veðurstofunnar þarna daginn og þurfti að sjálfsögðu að hafa orð á því í pontu Alþingis. Djöfull sammála henni samt. Maður fékk bara eitthvað svona kórónuveiru flashback. Íslenska þjóðin bara setti í eitthvað útgöngubann á milli klukkan 2 og 5 vegna snjókomu. Í alvörunni, hvernig væri bara að Alexandra Brím færi nú að vera maður orða sinna og kæmi sér upp eins og einu almennilegu snjóruðningstæki til að allavega, svona til að hjóla atvinnulífsins geti halda áfram að snúast á snjómugudögum sem þessum. Ég meina það verður að vera hægt að komast í mjólkubúðina, sko. Legðu nú hönd á plóg, Alexandra, áður en að Sigga andstæðingur ærist. Veðursældin í vikunni var það mikil og góð að Inga okkar allra besta sæland komst til Vestmannaeyja með Herjólfi, já það náttúrulega ekkert flug, án þess að finna fyrir sjóveiki. Og það sko afrek fyrir sig, skal ég sko segja ykkur. Það nefnilega ekki oft sem að sleppi við að þurfa að dópa sig upp af einhverju koffínáttinni eða póstafenni eða hvað þetta nú allt heitir til að komast óskattaður hérna til Eyja. Inga náttúrulega bara engri lík og hún var alveg borubrött þegar hún lagðist að bryggju á einu fögru, var svo leidd út alla trissur af Írisi bæjarstjóra og þar náttúrulega bara söng hún og trallaði fyrir Eyjaskeggja eins og henni einni lagið. Talandi söng og trall og almenna kátínu. Síðustu helgi var árshátíð stjórnarráðsins haldin hátíðlega og þar gerðist sko aldeilis sögulegur atburður. Þríeykið sjálft, sko ekki COVID-liðið, Þórólfur, Alma og Víðir eða hvað þau nú hétu,
eða heita, hefur nú ekki dáin, heldur valkyrjurnar. Þær stigu á stokk og tóku lagið ásatíðinni við mikinn fögnuð ásatíðagesta. Það bara trilltist allt úr krinsi, sko. En ég meina, ok, það voru alveg allir að fíla þetta uppátæki feitt, sko, allavega á samfélagsmiðlum. En kannski þær líka bara aðeins betri í því að gigga á ásatíðum og í ammælum og svona heldur en að stýra landinu. Kannski svona #rangur bransi eins og Jón Axel, góðvinur minn, myndi segja. Ég veit það ekki, en sjáu þessi prúðbúnu krút. Þau eru svo samrýmd og sæt eitthvað. Svolítið eins og stórfjölskyldumynd. Amma, afi, mamma, pappi, börn og barnabörn og eitthvað að mæta okkur svona erfðaskrárfund til að sjá hver fær hvað úr búinu. Maður samt bara í vandræðum með að greina svona hver sé the main character. Allavega það ekki Guðmundur, I am a very good morning Ingi. Litla greiða, sérst all í hann? Sjálfur kóngurinn kom með góða hugmynd fyrir Sjálfstæðisflokkinn í vikunni og stakk upp á að flokkurinn myndi bara láta verða því að selja ruslakompuna þarna, Valhöll, og flytja starfsemi flokksins út í Elliðaey eða á einhvern annan álíka afskekktan stað þarna út í langt í burtistan. Já, ég meina kannski væru sjálfstæðismenn bara best geymdir þar sem sólin ekki skín. Það alveg góð pæling hjá Pavel. Þá væri allavega ekki að skyggja á hans sviðsljós á meðan hann að reyna að byggja upp sjálfuferil sinn hérna. Sjallarnir kældu þessar hugmyndir sjálfukóngsins bara niður. Ísdrottningin, hún veit nákvæmlega hvernig á að gera það. Ís í massavís og allir sáttir. Sérstaklega Tommi og Siggi. Sjá sessi. Ístrollan, hún kom færandi hendi inn á fund með fullt fangið af íspinnum, svona gulum lúxuslungum og þar með var bara allt betra. Ég meina ásamt að selja Valhöll eða ekki. Hvað finnst ykkur? Valhöll ekki ákveðið svona statement, eitthvað svona stuðtákn fyrir flokkinn eða? Ég meina Heimdallir verður að vera með einhverja aðstöðu til þess að væta sig kverkarnar. Í alvöru, maður bara með tremma yfir þessari tilhugsun. Eða ekki? Billy og Mist hefur sennilega afþakkað ísinn. Ís fyrir skvís ekki að virka hérna. Hún með soddans svona mótþróaröskun þegar kemur að því að borða eitthvað svona gömlu fólkadót. Enda engin lúxuslungur só, sko. Nei, hún bara hreinræktuð skvís. Í vikunni fekk hún Njál Trausta kollega sinn til að hjálpa sér við að að finna eitthvað svona gellumyndefni sem á heima á samfélagsmiðlunum. Og vitið það, ég væri bara til í að ráða Njál Trausta í þetta jobb alfarið. Insta boyfriend in training eða? Nei, ég meina það þarf ekki eins og það þjálfan, hann bara með í blóðinu, hversu geggjað? Dilja og Dagga konna hugsa vel líkama og sál og halda tækjanum í þessu alþingisrækt bara vel smurðum. Ekkert eðlilega sterkar stelpur. Ég meina sjá þessar byssur. Ekki myndi ég vilja lenda í þeim. Dagga konna þó ekki bara sleip í ræktinni, heldur hún líka bara massa sleip í dönsku. Jeg kan også tale på dansk, hvis det er bedre. Hún hefur sko engu glemt úr 9. bekkja dönskunni. Þarna rúbröð með leverpostei dönskunni, þið muni eftir þessu. En í alvörunni, það hrein unun að hlusta á hann að tala dansk. Vel gert, Dagga, það sóma af þessu. Við skulum heyra aðeins í henni hérna. Kan investere í den grønlandske infrastruktur. Íslenskasti Íslendingurinn Halla Hrund mætti í Bridgerton-partí í Sverige á dögunum. Hún var líka alveg svona royal glæsileg í þessu sænska kjötbólupartíi. Ég meina í alvörunni að fegur íslenska herstsins fölnaði á 0-1 í samanburði við Höllu Hrund þarna. Algjörlega stönning. Bryndís Haralds kona sem að njóta þess að vera til. Hún svo mikið að lifa lífinu sem ég langar í. Vinkonu kósí, koktelar, spilakvöld, sjampó, sána, sjósund, meira sjósund, fótamaskar, heimgerður matur from scratch. Ég meina, vá, þetta kallar maður að liffa og njóta, sko. Simmi Dabbi formaður miðaldraflokksins, nei, ég meina miðflokksins, skuldar ríkinu heilar 490 krónur í kílómetragjald og hann tímir greinilega ekki að greiða skuldina. Heldur ætlar hann að reyna að kvarta sér frá henni eins og hann hefur svolítið gert í gegnum tíðina. Hann getur náttúrulega kvartað undan öllu. En ég meina Simmi minn, ef þú ert eitthvað blankur, þá get ég alveg lánað þér 500 kall. Ég skil samt að þetta árferði sem að ríkisstjórnin hefur skapað, það náttúrulega bara fyrir neðan allar hellur fyrir hinn vinnandi mann. Það alveg rétt. Sem betur fer á maður kreditkort. Peningar, það það eina sem þessi stjórnmálamenn hugsa. Jens Garðar kvótaprins setti status skattfé á Facebook og dögunum og á myndinni sem fylgdi með fæsluna dæma, þá hann nú komin upp á lagi með gervigreitina kallinn. Gamli grái silfurefurinn aldeilis að færa sig inn í nútímann, æðislegt. Það flott að hafa Abraham Lincoln á 5-aranum, það ekki? Og klukku á Alþingishúsinu. Gervigreindin, hún veit alveg hvernig hlutirnir eiga að vera. Annar
okkar gamall skarfur fór líka að tileinka sér krafta gervigreindarinnar í vikunni. Undur og stórmerki gerast, krakkar. Guðmundur, I am a very good morning Ingi, hyggst nú nýta gervigreindina í íslensku menntakerfi. Það svona svar hans við hárri kulnunatíðni í kennarastéttinni. Svo sniðugt, svona launuð leti eitthvað. Snúli Másson hélt rúmfræði og fæðingarorlofsumræðinni áfram, en ein pæling, sko mínus Þórarinn Hjartarson, á Snúli ekki að vera í fæðingarorlofi núna? Nei, sko, í alvörunni, þessi ríkisstjórn að koma í veg fyrir það að Snúli okkar geti verið iðin við kolan og fái quality time með börnunum sínum? Það náttúrulega ekki í lagi, sko. Þessi tími kemur aldrei aftur og það vitið þið. Halló, vakna og laga. JP orkumáladótti misti vatnið yfir nýjum búnaði í garðyrkjustöðinni Espiflöt í vikunni. Úff, sjá fegurðina. Espiflöt setti bara upp 220 LED-ljós sem kom í stað eldri og orkufrekari ljósa með það markmið að minnka raforkunotkun 500 til 600.000 kW á ári. Úff, sí búbú, maður bara örvast við þess að fréttir. María Rut var stödd í New York í vikunni þar sem hún fann sína innri Áslaugu Örnu og skokki sínu borgina. Hún fylgdist grannt með gangi mála í borgarstjórnarkosningunum þar og leyfði okkur hinum að fylgjast með í beinni frá stórborginni. Dagur B. hellti svo heillaóskum yfir Soran, nýkjörinn borgarstjóra New York borgar, og nei, ég var ekki að segja hann væri Sori, þó ég viti nú kannski lítið hvernig kauði en hann heitir Soran. Við getum alveg kallað hann Sorin ef þið viljið, sko, en Dagur, hann svo smellinn og skemmtilegur. Hann sá nefnilega líkindi með Soranum og Sigga þingmanni Sjálfstæðisflokksins sem að einmitt leysir Áslaugu Örnu New York búa af á þinginu núna. Ég minn eini hvað lífið getur rafast skemmtilega. En þá okkur ekkert að vanbúnaði að hefja þessa geggjuðu helgi sem framundan og finnst mér mjög viðeigandi að hringja inn helgartitringin með þessu dásamlega tónlistaratriði í boði eiginmanns og afkvæmis Ásu Berglindar Samfóskvísu. Það engin smá hæfileikar í gangi þarna og framtíðin bara ógeðslega björt. Bananalagið, gjörið þið svo vel og góða helgi. Já, komið í sæla nýjum. Þetta var ágætis yfirferð hjá Ásthildi kollega mínum. Þær eru söngelskar valkyrjurnar þrjár að sönnu og vissulega eru efnahagsmálin í brennidepli eins og verið hefur. Og hingað eru komnir tveir öflugir borgarfulltrúar úr ólíkum áttum. Við ætlum að ræða efnahagsmálin og stöðu borgarinnar auðvitað. Það stefnir í sveitarstjórnarkosningar í maí á næsta ári. Þetta eru þær Magnea Gná Jóhannsdóttir sem skipar þriðja sætið á lista Framsóknarflokksins og Líf Magnúsdóttir, og hún oddviti Vinstri grænna og sumir segja valdamesti VG stjórnmálamann í dag. Það engin VG-liði sem heldur háu embætti í landinu í dag. Er það ekki rétt hjá mér? Já, þetta bara alveg hárrétt. Já, af hverju ekki formaður VG? Ertu de facto formaður kannski? Ég þarf maður ekki að vilja vera formaður, það verða formaður. Jó, það oftast málið. Já. En þú sannarlega gegnir þarna lykilhlutverki í kjölfar erfiðs tímabils. Já, en það var alveg óvart, sko. Já. Þetta nú ekki staðan sem ég hefði viljað vera í. Ég hefði gjarnan viljað hafa mitt fólk á þingi. Já. Og þetta hefði farið öðruvísi, en við bara gerum það besta úr því sem komið Þið eruð að slá í klárin líka, maður heyrið þá Svandísi að þið ætlið ykkur stóra hluti í kosningunum í vor og við ætlum að bjóða fram á sem flestum stöðum og það bara í undirbúningi. Við höfum eftir að velja val á lista eða hvaða leið við ætlum að fara. En ég held að þetta fari nú að skýrast með hækkandi sól. Eftir 21. desember þá. Já, verður mannval, hafið þið úr mörgum að velja þannig oft þegar flokka lendi í svona kreppu eins og VG eftir þingkosningarnar þá svona hverfur fólk á braut? Já, saldrast úr hópnum kannski. Nei, ég alveg áhugi og fólk gírað, myndi ég segja. Já. Og bara spennt fyrir komandi kosningum. Já. Þannig að ég held að þetta sé okkar prófsteinn, sveitarstjórnarkosningarnar. Hvað verður VG? Já, þetta stóra prófið. Já. Magnea, það þurft að segja það fyrir síðustu kosningar, kannski bara 6 mánuðum fyrir síðustu kosningar að Framsókn myndi ná þessu fljúgandi fylgi og ég væri hér eftir kosningar með fulltrúa í þriðja sæti inn í borgarstjórn. Einar Þorsteinsson leiðir ykkur til mikið sigur í síðustu kosningum. Staðan samkvæmt könnunum mjög ólík því sem var þá. Hvaða tilfinningu hefur fyrir því? Já, staðan í könnunum ekki björt en svo sem engar nýjar tölur þar.
Þetta er búið að vera svo sem staðan allt kjörtímabilið að fylgi hefur ekki verið upp á marga fiska í könnunum. En ef við horfum bara aftur í tíman og til þess tíma á sama tíma fyrir síðustu kosningar, þá vorum við að mælast með sama fylgi. Þannig að það getur allt gerst og við verðum auðvitað bara að spyrja leikslokum og við náttúrulega látum bara borgarbúa dæma okkur af okkar verkefnum og okkar áherslum í næstu kosningum. Og ég tel að okkar sýn sé skýr og við sem tilbúin að leiða borgina áfram inn í breytingar sem veruleg þörf er á, hvort sem það er í húsnæðismálum, uppbyggingu, samgöngumálum, að greiða fyrir umferð eða uppbyggingu leik og grunnskóla. Mun Einar að þínum mati leiða ykkur til sigurs að nýju eða eru væntingar til þess að það verði átök oddvitasætið? Ég veit ekki hvort það verði átök en það er ennþá liggur ekki fyrir hvernig við ætlum að velja á lista. Við ákveðum það á miðvikudaginn í næstu viku hvaða aðferð verður valin og svo er það auðvitað bara félagsmann og okkar í Reykjavík að velja hvaða leið verður valin og þá hver stýrir skipinu áfram inn í næstu kosningar. Og það er kannski ekki mitt að dæma það heldur frekar félagsmanna framsóknar í Reykjavík. Það hefur verið róstusamt í pólitíkinni í borginni þetta kjörtímabil. Það urðu uppþótt þegar Einar Þorsteinsson hvarf úr stóli borgarstjóra. Hann hafði tekið við af DIB inn á kjörtímabilinu. Hvernig er svona stemningin inn í borgarstjórninni? Einhverjir eru nú búin að lýsa yfir að þeir sé að hverfa á braut. Akkurat. Eru hjarningar við, eru menn ennþá með hnífasettin í bakinu eins og stundum að tala um? Ég held eðlilega þegar að verða meirihlutaslit að þá myndast ákveðin gjá á milli fólks og við vissum það svo sem þegar við slitum þessu meirihlutasamstarfi að við værum að setja okkar traust við félag okkar í meirihlutunum að veði en leggja traustið á borgarbúa sem kaus okkur til breytinga og við náðum því ekki þessu meirihlutasamstarfi. Og það hefur auðvitað verið ákveðin áskorun að byggja upp traust aftur en við þurfum að gera það, við erum öll kosin hérna til þess að vinna saman hvort sem eru meirihluta eða minnihluta og það er verkefnið að vinna í þá borgarbúa. Þannig að ég held að stemningin sé kannski öllu léttari núna heldur hún var í febrúar eðlilega. Fólk búið að jafna sig? Já, ég held það. En svo í grunninn er það þannig að við getum tekist á pólitík og það að slíta meirihlutasamstarf er ekki persónulega ákvörðun, það er pólitísk ákvörðun. Pólitísk ákvörðun það að þetta samstarf er ekki að virka pólitískt og við erum ekki að ná þeim breytingum sem við viljum. En það þýðir ekki að maður sé persónulega á móti ykkur með einstaklingum. Nei. Kannski væri þetta eitthvað ákveðið reynsluleysi. Þetta geturleysi, kom ekki hlutum í gegn. Ég veit það ekki. Ég held að þessi frekar Nú erum við að gera hluti sem að Framsókn sagðist ætla að gera. Já. Sem er hvað? Meðal annars að fara á skipulega byggð í höllunum hérna í Úlfarsárdal. Það var eitt sem að Einar bar fyrir sig að það væri ekki vilji til þess að gera það í þáverandi meirihluta. Við erum samt að gera það í núverandi meirihluta. Er það ekki þverki að vilja Samfylkingar? Samfylkingin var alveg þversum gagnvart í lengst af. Ekki lengur. Nei, þið hefur náða það er bara samsetningin. Allt kjörtímabilið var það samt þannig að við lögðum áherslu á þessu uppbyggingu til dæmis og það var ekki vilji þáverandi meirihluta til þess að fara þessu uppbyggingu og gerði raun og allt þess að tefja fyrir því. Og einhverju leyti finnst maður þetta svona bera keima því að ríkisstjórnin hafi verið einhverju panikki með uppbyggingaráform og hafi gripið fyrir borgina og komið inn með það innviðafélag og stuðning inn í þessu uppbyggingu í Úlfarsárdal til þess að keyra henni í gegn. Miklu frekar en það að þessi flokkar hafa allt í einu ákveðið það að keyra af stað þessu uppbyggingu og svo er það líka þannig að flokkur fólksins þurfti að ná einhverju í gegn um þennan sáttmála og þetta var kannski ákveðið mál sem að þau þurftu að kyngja mörg öðru sem að þau eru ekki sammála. Ég held að þessi áhrif séu algjörlega ofmetin, algjörlega. Ég held að þetta voru bara 5 kettlingar að ræða saman og ákveða þetta. Það er bara frábært áhrif Alþingis á þessa ákvörðun. En það er sér annar mál. Frábært að við förum í þessu uppbygging og við vitum það alveg að það liggur ljóst fyrir að við verðum að fara í skipulagningu á nýjum hverfum til þess að mæta þeirri eftirspurn sem er húsnæðismarkaði. Þannig auðvitað fagnaði því að við séum að fara í þessu áform þó ég hafi ákveðnar áhyggjur af þessum uppbyggingu sem er þarna áætluð. Þarna er áætluð 4.000 íbúðir á svæði sem er ekki stórt í hekturum. Við erum að tala um það í öllum Úlfarsárdal og öllu Grafarholti nú þegar eru 4.000 íbúðir. Þannig ég sé bara ekki fyrir mér hvernig þetta á að komast fyrir þarna. Af því að það er sagt að þetta var lágreist byggð, fjölbreytt og svo er ætlað félagsmálaráðherra segir að þarna eigi að vera aðalega óhagnaðardrifin leigufélög
og hlutdeildarlán. Þannig að maður hefur líka áhyggjur af félagslegri blöndun hvort hún verður of einsleit. Þetta hefur komið fram í umræðinni. Já, þetta samt ekki rétt sko. Þetta verður blöndubyggð, það verður náttúrulega eitthvað sem að fer til óhagnaðardrifinna húsnæðisfélaga og þéttleiki þarna, hann miklu minni en til þess sem við sjáum á Ártúnsholtinu. Hann minni en sá sem við sjáum í uppbyggingaráformum í Keldnalandi. Þannig að það miklu minni þéttleiki og það talaði allt að 4.000 íbúðir. Þetta svokallaður M22 reitur en hann miklu stærri það sem við erum að taka með inn í þetta mengi. Nú hefur því verið haldið ég hef fram ekki áhyggjur af þessu en það þarf auðvitað að vanda sig gríðarlega vel þegar við erum að nema nýtt land og taka algjörlega ónumið land undir íbúabyggð. Þannig að en ég held að það sem þú ert að það segja tekur tíma. Útskýrir kannski kjarna málsins. Þetta keyrt fram inn gegnum borgarkerfi og það liggur ekki fyrir hvernig þetta á að koma 4.000 íbúðir með allt að. Verður þetta 2.000 íbúðir eða 3.000 íbúðir, ýmist hefur haldið fram og raun og veru liggur ekki fyrir. Og hversu hátt hlutfall á að vera óhagnaðardrifin leigufélög og hlutdeildarlán? Það gerist auðvitað í þessu ferli, skipulagsferli sem framundan Ég held að það sé mjög mikilvægt að fara að byrja að sjá fyrir sér hvernig við getum numið nýtt land. Það áætlanir þarf að gera í dag. Hvað tekur þetta langan tíma? Ég hef hort á Dag B. Eggertsson flytja langar og lærðar ræður með mörgum glærukynningum þar sem að menn að boða uppbyggingu. Nú fólk byrjað að búa í þessum glærukynningum. Það boðað aftur og aftur og aftur og aftur. En minna verður úr, það lengi búið að tala Keldnalandi, við veitum ekkert hvenær það verður komið í gagnið, eða líka byggingaland hér á milli Mosfellsbæjar og Reykjavíkur. Blikastaðalandi stóra. Hvenær gerir þið ráð fyrir þetta að fara af stað? Því að eitt að lofa þessu fyrir kosningar, annað að sjá framkvæmdir hefjast. Þetta tímafrekt. Það tímafrekt að skipuleggja ný hverfi. Það ekki svarið spurningunni? Nei. Þannig að við getum séð upphafið að þessum byggingum á næsta kjörtímabili og ég myndi segja miðbygg næsta kjörtímabils. Það þá 2000? Og það þá ýmislegt sem þarf að ganga frá. Nú erum við að fara að auglýsa eftir áhugasömum til þess að taka þátt í þessari uppbyggingu. Væntanlega koma lífeyrissjóðirnir að því varðandi þá innviðina, skóla, leikskóla, allt þetta sem býr til hverfin, íþróttahús, sundlaugar, hvað það er. Þannig að við erum að reyna að fara að auglýsa það núna strax, fá fólk til þess að koma eða félög til þess að bjóða í og sjá þessa innviða uppbyggingu. Þannig að ég held að við erum búin að ýta bátunum úr vör. En svo bara fer eftir því hvað við erum að vinna hratt áætlanir, skipulagsáætlanir, hvað kemur hratt inn skýrleikin á þessu innviðafélagi sem við erum að fara í og fleira. Og ég get ekki lofað fleiri tímasetning. Já, það auðvitað skiptir máli vegna þess að það talað að íbúðaþörfin séu í kringu 3.000 íbúðar ári. Hér þá kannski pakki, segjum að þetta séu 3.000 íbúðir, alltaf 4.000, þá uppfyllir þetta þörf til eins árs. En samt eiga framkvæmdir við þetta hefjast 2028. Já, en við megum ekki leggja allt okkar í þetta. Það eru líka aðrir staðir sem við getum farið í uppbyggingu á nú þegar, sem eru tilbúnar í deiliskipulagi, að búa deiliskipulegja og við getum bara farið og náði í gröfina og byrjaði að grafa grunnana og það bara hérna á víð og dreif í Grafarvoginum, í Breiðholtinu, í Árbænum, Vesturbærin, þéttasta hverfi Reykjavíkur meðal annars. Þannig að við getum ekki sett allt okkar bara á þetta. Við verðum að halda íbúðar uppbyggingu áfram í öllum hverfum líka samhliða því. Þetta þetta tímafrægt. En kannski miðbygg næsta kjörtímabils. Það að gerast? Það að segja að þú nefnir hinn uppbyggingarsvæðin og þú nefnir Vesturbæinn sem nú þegar, hvað þér þetta byggðin? Mjög þéttur, 100 íbúðir á hektara. En þetta að gerast? Því að þörfin ástæða þess að fasteignamarkaðurinn í klessu og búin að vera langt árabil og helsti drifkraftur og grunnur verðbólgunar sá að það ekki nægt framboð á húsnæði. Það að segja ekki af húsnæði sem að fólk hefur efna á heldur bara dýru húsnæði sem afleiðing af þessari ótrúlegu þéttingastefnu sem hefur ekki. Ég veit nú ekki hvort að það sé afleiðing af einhverju þéttingastefnu. Það náttúrulega ekki bara Reykjavíkur að byggja. Hinn sveitarfélögin vil líka koma með í það. Já. Algjörlega. Og ég úr í nýtekki við sem formaður umhverfis- og skipulagsráðs. Já, bara brett við bærmar. En ég held að það sé alveg ljóst að þessi uppbygging þó hún sé mikilvæg í Ólafsdal þá þarf að fínpúsa hvað þetta verður margar íbúðir. Ég trúi ekki að þetta verður 4.000 íbúðir, ég held að það verður nær 2.000 upp á þéttleikann. Að þetta ekki að fara að leysa stóra vandan í húsnæðismálum, eitt og sér.
og það kom hérna húsnæðispakki í síðustu viku frá ríkisstjórninni sem var ákveðin vonbrigði að mörgu leyti. Auðvitað jákvætt að sjá þarna hérna áformum að halda hlutdeildarlánin sem Framsókn kom á og séreignarlífeyrissparnaðar til þess að greiða lánin. Það mjög mikilvægt fyrir ungt fólk til þess að komast inn á markaðinn. En það gleymdist algjörlega að benda það að aðal ástæða fyrir því að við erum ekki að ná að byggja jafn hratt og jafn mikið við viljum eru vextir í landinu sem allt of háir og sem gera líka verkum að ungt fólk kemst ekki inn á fasteignamarkaðinn þegar getur ekki tekið lán með viðráðanlegum vöxtum. Og þetta það sem að ríkisstjórnin kannski feilar á og mögulega er nú upptekinn á kontornum í Brussel og tala einhver Evrópuvexti og við þurfum evru til þess að laga húsnæðismarkaðinn. En við verðum að ná vextu niður og það bara grundvallur þess að þessar lóðir sem Reykjavíkurborg búið að skipuleggja fari í uppbyggingu. En býtum við, vextir mun ekki lækka fyrir verðbólga fyrir niður. Og verðbólga fyrir ekki niður fyrir að það eykst framboð á húsnæði. Akkurat og við erum eitt þáttur en þetta auðvitað ákveðin vítarhingur sem við erum komin í. En ríkisstjórnin það líka að taka til í ríkisfjármálum. Já, en lausnirna sem að þið eru að boða í borginni eru að koma til framkvæmda 2028, 2029. Akkurat, og það leysir engan bráðavanda húsnæðismarkað. En verður við þá ekki bara er borgin með einhverja raunverulega lausnir varðandi húsnæðismarkaðinn fyrir en bara einhver tíma langt inn í framtíðina? Það ekki, ég held sko ef ég væri einráð þá held ég myndi fara það að skipuleggja ódýrar lóðir þar sem væri þetta koma fyrir einingarhúsnæði til þess að byggja hraðar af því að það bara bráðavanda húsnæðismarkaði og ef við horfum bara tölu frá HMS á milli mánaða í september og til októbers þá fækkar lóðum nýskráðum 100 fara niður í 60 og af þessum 60 lóðum eru 11 fyrir íbúðarhúsnæði sem segir svolítið mikið froststöðuna í fasteignamarkaði og það eru auðvitað grafalvarleg staða fyrir ungt fólk sem reyna að koma til þessu fótunum og ofan á það kemur vaxtadómurinn sem verður mjög mikil áhrif á möguleika ungs fólk þess að sækja sér lán og ég tala aðalum ungt fólk því það kannski hópurinn sem að reyna að komast inn á markaðinn og kemst ekki inn og heim í fóldrú sem á leigumarkaði og svo erum við að sjá að ríkisstjórnin ætlar að fara að skattleggja leigutekjur sem gera það verkum að samkvæmt HMS að leiguverð mun hækka og íbúðum í leigum sannarlega fækka sem ekki góð þróun fyrir þann hópa. Þetta ekki hópurinn sem hleypur til og kaupir þessar fasteignir þegar það fara til sölu. Og þú búin að lofa mér að tala ekki vaxtadóminn. Ekki minnast á vaxtadóminn. Þetta samt raunverulega. En veistu, þetta alveg rétt. Ég held að Reykjavíkurborg geti verið mikið flinkari við það að bjóða út lóðir. Þegar ég segi það. Þannig að ég get alveg tekið undir þá og ég bara líka sammála Magneu að mér finnst þessi húsnæðispakki ríkisstjórnarinnar bara dálítið glataður. Það var einhvern veginn bara aðeins meira af því sama og það var engin ný hugsunana. Vegna þess að það sem líka tafasamt eru alls konar, og nú ég ekki að segja að við höfum endilega slaka á því, en það eru alls konar byggingarreglugerðir hvernig við eigum að byggja húsnæði. Það líka getur verið flækjufótur. Þannig að ég alveg sammála því að það megi endurskoða regluverkið í kringum þetta. Ég meina við erum ekki að búa til hús eins og við gerðum bara hérna í gamla Vesturbænum í gamla daga. Það má ekki byggja þannig hús lengur. Þannig að þú veist, ég held að sé ýmislegt annars sem að gæti liðkað fyrir sveitafélögunum í að gera þetta hraðar. En það annað, það ofur áhersla sífellt á þetta félagslega húsnæði. Það bara stór hluti af nýjum húsbyggingum til íbúðarhúsnæðis óhagnaðardrifið. Já, það nú ekki óhagnaðardrifnar en svo að bara eigið fyrir þessum félögum vex og kemst undir stjórn einhverja stjórnmálamanna, einhverja verkefnisleiðtoga. Ekki heppilegra að fólk eigi sitt húsnæði sjálft, sé þess nokkuð kostur? Það eru þetta besta fjárfestingin. En það ekki allir sem geta átt sitt húsnæði. Vegna þess að við þurfum líka að búa til markað sem fjölbreyttur, ekki satt. Þannig að fólk getur líka haft tækifæri til þess að leigja. Það ekki verið að búa til markað sem fjölbreyttur þegar meira og minna allt húsnæði félagslegt. Það ekki, eitt grunnhlutverk sveitarfélaga og það að skaffa húsnæði fyrir fólk sem á ekkert. Fyrir okkar allra fátækasta fólk að sjá því fyrir húsnæði. Þetta bara grunnhlutverk sveitarfélagana. Það það sem ég kalla félagslegt húsnæði. Annað húsnæði, óhagnaðardrifið húsnæði, við þurfum líka að gera meira því. Það ekki til neitt sem heitir óhagnaðardrifið. Hvað viltu kalla þetta? Sjálfbært húsnæði? Nei, bara... Sjálfbær, eitthvað sem stendur undir sér en ekki rekið áfram af
sem sagt hagnaðarhvötum. Það myndar bara endalaust yfir, það eru hagnaðarhvatir inn í þessu og svo bara eitthvað fólk sem á ekki þessar eignir sem að fer að ráðstafa þeim og víla og díla með þær. Nú getum við farið að tala New York. Nei, það getum við ekki gert. Og leiðum það ekki. En mér finnst skiptamáli að maður hafi eitthvað sýn á heilbrigðan húsnæðismarkað. Hann fjölbreyttur, fólk á að geta fært sér til á honum. Fólk á að geta eignast sitt húsnæði. Já. Nú unga fólkið okkar, þá erfitt með að eignast húsnæði, eins og staðan í dag og Magnea fór hérna yfir. En fólk verður líka að það ekki allir sem að geta eignast húsnæði. En eru ekki sammála þannig að þá þurfum við að vera með góðan leigumarkað. Unga fólki getur ekki eignast húsnæði út af þeirri húsnæðistefnu sem hefur verið rekin af borginni. Ég get ekki tekið undir þannig. Unga fólkið ekki að kaupa íbúður á þéttingareitunum í Austurhöfn eða á Orkureitnum niðri við Suðurlandsbraut. Þetta eru bara íbúður sem að kosta mikla peninga í borgartúninu. Það sem að menn hafa verið að leggja höfuð áherslu á að verktakarnir beini sínum kröftum að. Þess vegna verðum við að byggja meira óhagnaðardrifið húsnæði sem að fólk hefur aðgengi. En þá erum við samt bara að halda áfram í þessum vítahring þar sem að fasteignaverð hækkar og við þurfum að plástra kerfið með óhagnaðardrifum leigufélögum. Og ég alveg sammála því að við þurfum að hafa blandað húsnæðismarkað. Auðvitað verður með félagslegt húsnæði fyrir þau sem þurfa, stúdendaíbúðir, óhagnaðardrifin leigufélög og hlutdeildarlán og ýmsa aðra hluti til þess að tryggja það að fólk geti komist á markaðinn. En við vitum það að 9 af hverjum 10 leigjendum vilja eignast sína eigin fasteign. Það er verkefni að reyna að tryggja það að flestir geti keypt sér fasteign og við vitum líka að eignamyndun til langstíma og bara svona staða fólk efnahagslega allt önnur þegar þú átt þín eigin fasteign heldur en hitt. Er það ekki kraftaverk að okkur hafi tekist að búið til lóðaskort í dreifbílastalandi heimi? Auðvitað er það ekki ásættanlegt. Ég bara skil ekki hvernig mönnum tókst þetta. Þetta er kraftaverk, ekkert minna. Ég veit ekki, maður segir, ég hef sagt þetta áður en húsnæðismarkaðurinn, skortur húsnæði, þetta er einhvern veginn svona samfelld saga sveitarfélaga. Skortur húsnæði, sérstaklega þú veist í þetta er mannanna verk. Stórum borgum. Þetta er nákvæmlega mannaverk og það er okkar þá að taka ef þetta hefur verið viðverandi vandamál eins og við þekkjum húsnæðisskortur að horfa það fram í tíman. Við vitum alveg að fólk er að fjölga. Við erum með mannfjölda spá. Svo er líka spá að fólki sé að fækka. Þannig að það er kannski ekki sama þörfin fyrir húsnæði. Þetta leysist að sjálfu sér. Þetta bara leysist að sjálfu sér. Þetta leysist örugglega ekki sjálfu sér. Við þurfum að ýmsar lýðfræðilegar breytingar líka hversu margir búi hverju íbúð og annað í þeim fjölskylduformuna. Fólk er að eldast. Að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar, þeir að spá bara gull og grænum skógum á nýju ári, 4,8 milljarðar í afkomu og þetta... Við þurfum að halda samt vel á spöðunum. Já. Við erum búin að sníða svolítið þröngan stakk. Þeir spáðu 12 milljarða halla á þessu ári, hann stefnir í 20 milljarða halla. Það ertu að taka samstæðuna. Já. Svo erum náttúrulega ýmislegt sem verður ófyrirséð. Við vitum ekki hvað gerist með Norðurál. Nei. Varðandi afkomi Orkuveitunnar. Við vorum að fara fyrir eftir að því núna í morgun bara að það er talið að svo framleiðsla fari ekki í ganga aftur fyrir eftir ár. Það er það bara undir lok næsta árs í fyrsta lagi. Hvað tilfinningu hafið fyrir þessu? Hefur þú trú á því? Þetta er mikið áhyggjuefni. Þetta varðartekjur Faxaflóahafna, þetta varðartekjur Orkuveitunar. En Egill Helgason er búinn að lýsa því yfir að þetta sé bara væl í hagsmunasamtökum. Hefur þú í alvöru áhyggjur af þessu? Ég hef raunverulegar áhyggjur af þessu, já. Af því að þetta er bara mjög afleidd áhrif á fjárhag Reykjavíkurborgar kann að hafa. Þannig, og Orkuveituna, eins og ég nefndi, og Faxaflóahafnir. Þetta er auðvitað, fólk missi vinnuna. Þetta er bara mikið áhyggjuefni. Hvernig getur þetta áhrif á? Ég held líka að þeir segja 12 mánuðir. En ég held samt að á næsta hálfa árinu þá þetta eftir að skýrast. Þá fáum við kannski betri svör hvort þetta verði svona nákvæmt. Hvernig getur þetta haft áhrif á Orkuveituna? Getur verið að það verði bara greiðslufall miðað við samningana sem hafa verið gerðir við fyrirtækið? Það eru þetta Orkuveitan, Norðurál greiðir það bil 14% til Orkuveitunar, varðandi kaupa rafmagni. Það er þó greiðslufall þar. Þannig að ég held að þeir þurfa að leggja mikið kapp á að koma þessum kerjum aftur í gagnið, sko. Segi ég sem samt umhverfisverndar-kona. Já, ég hefði haldið að því VG myndu fagna þessu að eitt alveg myndi slappa. Nei, auðvitað fögnum við því ekki að fólk missi vinnuna og það verður tekjutap og hefur samfélagslega áhrif. En þið hefur á móti rekstur álverðinu?
ekki þeirra sem eru komin. Nei. En vissulega hefur það verið mikið rætt í minni hreyfingu að orku sem sagt kaup stórnotenda ætti frekar að vera að hugsa okkur almenning. En það auðvitað búið að byggja þessi álver. Það var ákvörðun sem við tókum ekki. Almenningur í Íslandi kaupir ekki einu svona mikið rafmagn og Norðurál notar. Ég veit það alveg. En þau eru þarna og við erum ekki að fara að loka þeim. En hafið þið trú á því að fjárhagsáætlun standist? Þú hefur áhyggjur? Ég bara segi að við þurfum að halda vel úr spöðunum. En það bara á við allar fjárhagsáætlunir sem eru lagðar fram. Sem kannski það getur eitthvað út af brugðið. Í ljósi þess að meirihlutinn og bara borgarstjóri fer fram á blaðamannafundi og segir að þessi hætt allri hagræðingu. Á sama tíma við sjáum það að skuldir borgarinnar það háar. Það óvissa þessar arðgreiðslur frá Orkuveitunni vegna stöðunnar Norðurál. Það óvissa sölu lóða sem áætlaða tekjur borgarinnar gerir ráð fyrir 4 milljarða tekjur vegna sölu lóða. Á sama tíma við sjáum að markaðurinn botnfrosinn og við sjáum það líka að þessi uppbyggingi Úlfarsárdal á ekki að renna inn í borgarsjóð heldur í innviðafélag. Þannig að algjörlega óvíst hvaðan þessar tekjur að koma. Og svo ennþá óvissa vaxtaþróun í landinu og sleggjan hefur ekki virkað eins og við kannski vildum að hún hefði gert. Þannig að það er 10 milljarðar cirka sem að byggja á brothættum forsendum og maður hefði viljað sjá bara helvis og við sjáum að fyrirtæki að gefa frá sér aðkomuviðvaranir, við sjáum að ríkisstjórnin endurskoða fjárlögin, en meirihlutinn situr ekki varnagla við þessi þróun og þessu óvissu sem til staðar í efnahagslífinu. Og mér finnst það óábyrgt að það sé ekki sett þarna og mér finnst líka, ég verð að segja, að stóru pólitístíðin það að það er hætt allir hagræðingarkröfu. Þrátt fyrir það, meirihlutinn óskaði eftir hagræðingartillögum frá borgarbúum og yfir 400 einstaklingar sendu inn hagræðingartillögum. Það er ekki stafur þessar hagræðingartillögur afdrif þeirra í þessar áætlun. Orðið hagræðing kemur heldur ekki fram í þessar áætlun og svo fallið frá hagræðingarkröfu á laun. Það var inn í síðustu áætlun 1% hagræðingarkröfu á laun. Hún ennþá, við framlengdum hana til 2026. Já, til maí 2026. Til ársloka 2026. Þetta ekki inn í áætlunni. Ráðningabannið það, en ekki hagræðingarkröfun 1% á laun sem gildi öll laun nema á leik, grunnskólum og velferðarþjónustu sem mannekla. Það rétt með ráðningakrafan inni varandi ráðningareglurnar, þær halda áfram gildi sinu en hagræðingarkrafan laun ekki. Sko, af hverju að hagræða þegar það þarf ekki? Af því að allar fjárhagsáætlanir sem þú gerir, þau eru pólitískt plagg. Þú ákveður að hætta með eitthvað verkefni, þú ákveður að fresta einhverjum verkefnum, ákveður að innleiða ný verkefni. Það pólitík og það auðvitað gert í þessu. Ef þú skilar jákvæðar afkomu. Ég að segja að við erum ennþá með hagræðingarkröfu inni. Þetta ekki rétt sem að Magnea segir varðandi launin. Við framlengdum það til loka ársins 2026. Það þá bara ráðningarreglun, ekki varðandi 1% en mér langar líka bara að nefna. Tvennt ólíkt. Já. Og nú gleymdi ég hvað ég ætlaði að segja. En bara svo ég tæki fattu, þú segir, af hverju að hagræða þegar það þarf ekki? Þarf ekki að hagræða hjá Reykjavíkurborg? Það þarf þetta bara að sýna ráðdeild í rekstri. En að skera niður verkefni, það ekki þörf á því núna. Og það sem að þetta Framsókn gerði þegar Framsókn kom, við vorum einhverja 100 hagræðingartillögur hérna á fyrsta árinu sinni, í fyrstu fjárhagsáætluninu sinni. Og það var eitthvað svona, þú veist, klípa af félagsmiðstöðum korter, taka af skólabókasöfnum 10 milljónir. Það var svona verið að klípa af hér og þar. Og það bara ekki þörf á því að gera það núna. Eins og staðan Hvað skuldar borgarsjóður? Í heildina, út af lántökum. 176 milljarðar. Þetta eru tæpið 200 milljarðar sem borgarsjóður skuldar. En við erum ekki að fara í frekara lántökur, sem dæmi. Nei, en þetta eru gríðarlegir vextir sem það að greiða. Og það bara að greiða. Það dýrt að skulda. Auðvitað dýrt að skulda og það náttúrulega okkur kappsmála að greiða niður skuldir, eðlilega. Annars sem mér langar til að nefna í sambandi við hagræðingu eða ráðdeildi rekstri, við fáum reglulega dæmi, reyndar líka frá embættum eins og ríkislögreglustjóra, en þetta brákarborgarmál. Það sem að gamalli kynlífstækjaverslun í Grónuhverfi í Reykjavík var breytt í leikskóla. Og svo hrunda næstu við börnin þegar var búið að veita fyrir hann umhverfisverðlaun. Það búið að setja í þetta verkefni 2500 milljónir, þið minnsta. Og ég spyr,
Af hverju hefur enginn verið rekinn fyrir þetta? Hver ber ábyrgð á svona klúðri? Við fórum ef þetta hefði gerst hjá einkafyrirtæki, þá væri viðkomandi löngu farin. Já, við fórum þetta í stjórnkerfisbreytingar eins og kom fram í skýrslu innri endurskoðanda. Þannig að við erum búin að bregðast við hluta af því sem var gagnrýnt í þeirri úttekt. Hver var rekinn? Hver var rekinn fyrir þetta? Það er ekki mitt að segja, en það voru gerða breytingar á stjórnkerfinu, meðal annars út af Bragaborg, sem er bara umlegt mál og það er ekki velfarið með fyrir því máli. Braggamálið, annað dæmi, þar sem að ónýttur braggi var gerður upp fyrir 500 milljónir. Maður skoðar hvert dæmi á þetta og maður hugsa, hvernig geta menn farið svona með pening? Akkurat. Þetta er þyngra en tárum taki. Og þetta er dæmi um það hvernig borgin veður áfram með verkefni án þess að vera með einhverja heildarsýn verkefnið og eftirlit með framkvæmdinni og þessi úttekt gaf það bara skýrt til kynna að stjórnsýslan og eftirlit með framkvæmdinni væri algjörðu skötulíki. Við sjáum það að áætlun kostnaðaráætlun fer upp 70% þannig frá sem áætlað var. Tala um Bragaborg. Ég tala um Bragaborg og framkvæmdaraðili og eftirlitsaðili var sá sami og svo sjáum við það að það er ráðist í það að kaupa þetta húsnæði með það auðvitað góða markmið að fjölga leikskólaplássum sem ég held að við getum öll verið sammála um. En það er gert án þess að kanna birgðavirki hússins sem reyndist svo vera mjög ábótavant. Ég meina með bara skópluð þarna mörgum tónum að grjóti og mold og setju þökkur á og síðan byrjaði þakið að svigna. En upphæðlega burðarvirki var ekki gott. Og það er það sem að kannski er kjarnin í þessu. Það er keypt dýrt hús sem ætlað er til endurbyggingar án þess að kanna burðarvirki. Það er það eina sem þú átt að kanna, sérstaklega þú ert að fara í endurhönnun á húsi, er hvort að burðarvirki haldist. Nú, ekki slíkt. Nei. Og maður hefur haldið það væri kannski aðalatri og það versta náttúrulega í þessu, þótt að sé allt ræðilegt mál, er að þarna voru börn í dagvistun og leikskólakennarar í þessu húsi. Annað sem mig langar til að nefna því að maður hefur áhyggjur af meðferð opinbers fjár. Ég fjallaði hérna daginn skýrslu innri endurskoðunar bensínstöðvalóðirnar. Hver er ykkar afstaða til þess, þín líf, þar sem að borgin fer í einhverja samninga við stærstu olíufélög landsins? Olíufélögin? Já, sérfræðingar segja mér að þarna hafi borgin afhent jafnvel 20 milljarða verðmæti. Það er náttúrulega bara tómt, það er ekki rétt. Þú ert alveg sátt við það hvernig menn gerðu þetta? Sko, ég stend algjörlega með því markmiði að fækka bensínstöðum inn í grónum hverfum. Það er bara annað mál, sko. Nei, mér finnst það ekki vera annað mál. Þarna voru útrunnir leigusamningar, sko? Það var mjög skýrt, nei, þeir voru bara, þetta var alls konar. Þetta var alls konar, það voru ekki bara... Það hefur verið hægt að fækka 7 bensínstöðvar bara á grunni þess að þeir samningar voru útrunnir. Já, en venjan er samt svo að þú endurnýjar lóðaleigusamninginn. Það er bara ekki... Það er bara venjan. Við erum bara dæmi úr það sem við stóðum fram fyrir á þeim tíma, það var skýrt markmið að fækka bensínstöðvum og byggja á þessum lóðum. Og til þess að gera það, þá þurftum við að ræða við öll olíufélögin til þess að geta jafnræðis. Og eðli málsins samkvæmt, þá segja olíufélögin, við viljum taka þetta allt í sama mengi. Við viljum ekki bara semja eina og eina lóð. Sumir lóðaleigusamningar voru útrunnir, aðrir voru til 2057. Þannig að þú ert sátt við þetta? Og oftast er þá lengt í þeim lóðaleigusamningum. Þannig að til þess að geta afturkallað þetta og hafi þá einhverja uppbyggingu talandi að byggja húsnæði. Sem er eiginlega ekki tafinn, sko. Sem er náttúrulega bara algjörlega umlegt og það hefði þurft að fylgja því miklu fastar eftir að tæma þessar lóðir og byrja að hefja uppbyggingu. Það er nú eiginlega það sem ég sé mest eftir, að við erum ekki byrjuð að byggja á svona. Fyrir utan það staðreynd að skýrsla innri endurskoðunar gefur það til kynna og segir það skýrt að þarna hefur ekki farið heildarhagsmunamat fyrir borgina á þessum lóðum og þegar lóðarnar hefur ekki verið verðmettar þannig að við getum tekið afstöðu, ég var náttúrulega ekki borgarstjórn og framsóknar ekki á þessum tíma, en að borgarfulltrúar hafi ekki getið tekið afstöðu til verðmætisins og því sem átti sér stað. Og svo horfum við á niðurstöður þessa verkefnis. Það er ekki markmið að fækka bensínstöðvum, það er ekki nást og við sjáum það að fyrirtæki eru mögulega að græða þessu lóðum og þessu lóðabraski í raun og veru hjá borginni þar sem var ekki farið þetta heildarmat á hagsmunum borgarinnar sem er mjög alvarlegt og maður hefur þetta áhyggjur núna þegar við erum að fara inn í Úlfarsárdalinn að þetta verður keyrt of hratt í gegnum kerfið án aðkomu borgarfulltrúa sem þurfa að fá nægileg gögn til þess að
taka skýra afstöðu til málsins og við verðum að horfa á þessa hagsmuni í heildarsamhengi þegar við erum að fara í svona verkefni, hvort sem það bændastöðalóðir eða Úlfarsárdalinn og uppbygging þar. Rétt í lokin, það eru kosningar ef maður er 16. maí. Já, á Eurovision deginum. Já, það var Eurovision partí. Já, ég veit nú ekki. Síðast var það 2010. Ég er að segja kosningar, það finnst mér meira spennandi en það er annað mál. Hvar munu eldarnir brenna í þessum kosningum? Verða þetta húsnæðismálin eins og þið hafið einhvern veginn getið í kynna með þessum aðgerðapakka eða hvar munu eldarnir brenna í baráttunni? Ég held að við eigum eftir að tala mikið húsnæðismálin. Ég vona að við gefum flugvöllinum frí. Ég er að vona það. En ég held að í staðinn komi Sundabrautin, við höfum eftir að ræða hana og ég held að þessi menntamálin. Leikskólamál? Leikskólar, já, grunnskólar. Grunnskólarnir líka? Já. Ég held að það verði, ég er sammála, ég held að húsnæðismálin verði stór, bara í ljósi stöðunar á húsnæðismarkaði í dag. Ég held að menntamálin verði það stórt og sérstaklega hvernig við mætum börnum með erlendum uppruna í menntakerfinu. Við þurfum að fara í stór sókn í menntamálum, ekki bara í borginni, heldur bara landsvísu. Þetta verður leikskólamálin ennþá stórt og svona hvaða leiðir við viljum sjá í þeim efnum. Við sjáum hérna algjörum mun á milli minnihluta og meirihluta hvort við vilji fjölbreyttar lausnir eins og vinnustaði leikskóla eða heimgreiðslur til þess að reyna að brúta bili eða ekki. Þannig ég held að þetta verður stórt mál og svo held ég samgöngumálin verða alltaf stórt. Fólk eru þreytt á þessum töfum í umferðinni og Sundabrautin kemur þar inni líka. Ég ætla að nefna líka annað, að það við erum að eldast og mér finnst að við þurfum að tala það í kosningunum. Talaðu fyrir sjálfa þig. Já. Ég hlakka til að lega við ykkur samtal og aðra frambjóðendur. Við verðum með þetta með pötnan og púlsinn við því og við munum alveg ábyggilega sjá ykkur tvær hér í aðdraganda kosningarna. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna, Magnea Gná og Líf Magnúsdóttir. Takk fyrir að bjóða okkur. Takk fyrir þetta spjall, en við erum ekki alveg hætt því að hingað í hús komin Björn Sóeka, fyrir forstjóri Landspítala háskólasjúkrahús og forstjóri Karolinska háskólasjúkrahússins í Stokkhólmi. Hann stýrir núna ótrúlegri stofnun í Ríad í Sádi-Arabíu. Ég ætla að eiga forvitilegt spjall við hann hér eftir örskamma stund. Fylgist þið með. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ekki gjalda fyrir útgjöldin. Cardio. Einfaldari útgjöld. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Öryggi í hverri ferð. Breittags bílstólar. Fífa barnavöruverslun og fífa.is. Líf. Hversu spennandi að taka líf í burtu. Í mínu tilfelli morð ekki glæpur, heldur list. Líf, eftir Reyni Gretarsson. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið þið sæl að nýju. Við þökkum Líf og Magneu Gná fyrir þetta hressilega samtal borgarmálin og pólitíkina yfirleitt. Það stefnir í mjög spennandi kosningavettur. En hingað komið til mín beinaleið frá Washington DC af öllum stöðum, Björn Sóeka. Hann hefur frá því á síðasta ári verið forstjóri King Faisal ríkissjúkrahússins í Sádi-Arabíu og ég ætla að ræða hér við hann þetta merkilega verkefni sem hann stýrir svo langt frá Íslands ströndum og hvernig þetta horfi við honum allt saman. Velkomin Björn. Takk fyrir. Ég hef nú rætt við áður, þá varstu forstjóri Karolinska háskólasjúkrahússins í Svíþjóð sem eitt fremsta sjúkrahús í heimi. Við fluttum síðan fréttir snemma ás í fyrra því að þú verður að flytja til Sádi-Arabíu. Það ráku margir upp stór augu þegar þessi tíðindi bárust. Já, ég held að þetta kom með mörgum á óvart. Það svona bæði í kringum mig og fólki í Svíþjóð. Ég var svona kannski ekki mjög vel tengdur á Íslandi núna, hef ekki búin að búa í allmörg ár hérna en reyna að koma eins mikið á hættir. Þetta var ekki augljós ákvörðun, getur þú kannski rifjað þessu upp hvernig þetta bar að? Nei, þetta var ekkit augljós ákvörðun en málið var bara þannig að ég var búin að vera 5 ára á Karolinska, búin að gera ákveðna hluti, við vorum búin að setja upp ákveðna stefnu, síðan verður pólitísk breyting á
á umhverfinu, skiptum stjórnarformann og dró töluvert úr okkar frelsi til eigin athafna, dró töluvert úr metnaði þeirra sem stýrðu pólitíkinni í kringum sjúkrahúsið og við fannst þá líka 5 ár var góðu tími og þegar það svona fór saman þá ákvað ég hætta. Ég ekki góður, eins og ég segi stundum, ég held að það verði ekkert gaman fyrir mig að vera húsvörður bara og sjá að ljósin séu bara í lagi, heldur vill ég gera róttækar breytingar því það eina sem hreyfir okkur áfram og fær einhvers að þróast. Ég alltaf, og það gekk það vel á Karolinska, ég held að fá svona aðeins eitthvað svona meira andrýmið að gera það, en svo ég búin að fyrir 5 ár, þá það bara góðu tími, þannig að þegar að niðurstaða ársins, fjárhagslega niðurstaða ársins var komið í ljós og þá var ég bara nokkuð ánægður með síðustu 6 mánuðina og þær breytingar sem hefðu gengið, þá sá ég bara á minn tími var kominn og ég fór úr þeirri vinnu án þess að hafa aðra vinnu, en svo var mér búið að vinna bara hérna strax í Englandi og fór og kíkti á það og leist mjög illa það, og svo var mér næst boðið Sádi-Arabíu og ég vissi sjálfur sér ekki, ég hafði reyndað að vera á einu þingi einhverjum 4-5 mánuðum áður, en ég vissi sjálfur sér ekkert hvorki þjóðni eða spítalan, og það var erfitt að vera sér upp almennilegar upplýsingar, þannig að ég ákvað bara að láta slag standa og ég hef ekkert séð eftir því. Þannig að þú eiginlega ykkur ákvörðun á grunni óvissu? Það var ekki upplýst ákvörðun þannig? Nei, ekki, ég vissi ekki, hafði ekki alveg forsöndunar, og það var svolítið pínlítið líka þannig sem þegar ég tók við Karolinska, ég hafði aldrei komið inn á Karolinska spítalan fyrir en ég var forstjóri og ég vissi ekki, og það voru mjög rangar upplýsingar sem ég hafði stöðuna á málunum þar, sko. Þannig að við náðum að sortera það og við náðum að sortera mjög vel niður í Ríad. Þú ert í Ríad, höfuðborg Sádi-Arabíu. Sádi-Arabíu vellauðugt olíuríki, þarna búa ríflega 30 milljónir manna. Gjörólíkt samfélag okkar að öllu leyti, bara hvernig það uppbyggt og strúktúrerað. Hvað blasir við þér þegar þú síðan mætir á staðinn? Sko, sjúkrahúsið nú í ár 50 ára gamalt og þegar það var byggt með hjálp Bandaríkjamanna frá Cleveland Clinic fyrir 50 árum, þá var þetta, og það myndirnar sláandi, þá var þetta bara sjúkrahús sem það var bara miðri eyðimörkinni, það var ekki neitt í kringum þetta, það var ekki hús eða neitt, þannig að í dag Ríad 9,5 milljón mann sem búa hana og sjúkrahúsið akkurat í miðinni á borginni. Þannig að það sem var eyðimörk bara orðin ein af stærstu borgum í heim. Já, og ef það eitthvað sem myndi vilja fara með kranaprófið, þarna byggingakranaprófið, þá myndi hann ekki hafa undan því að telja, því það þvílíkt sem að ganga og þeir eru búin að setja upp með markmið að það verði komnir 13 milljónir þarna eftir 5 ár. Þannig að það ekki lóðaskortur að hrjá þá? Nei, þeir bara stakka út í eyðimörkina. Já. Og sjúkrahúsið, getur þú sett það í samhengi? Við þekkjum, hér í liðinni viku með Runólf Pálsson í heimsókn hjá mér sem stýrir þinni gömlu stofnun Landspítalanum. Hjá okkur starfa 7.000 manns og það verið að sinna íslensku þjóðinni sem eru 400.000 íbúar. Hvers konar eining þetta? Já, þetta þetta stóra eining, þetta sérhæfð eining. Það þetta mörgunum sjúkrahúsanna, þetta væri ekki annað hægt, en við tökum að okkur þyngstu tilvikin og með 21.000 starfsmenn, 1.800 rúm eitthvað það bil. Við sjáum flóknustu hlutina og töluvert mikið af rannsóknum í kringum það. Við sjáum 25% af öllum krabbameinstilvikum sem komu upp í ríkinu í Sádi-Arabíu. Þannig að við að taka þetta þyngsta og flóknasta og glíma við það, minna svona einfaldari hluti. Þannig að þetta svona kannski bráðamóttöku þarna? Jú, við erum bráðamóttöku. Þannig að þið eru með þetta eiginlega ferlið allt frá upphafi til enda?
Já, við erum ekki með endurhæfingu en við erum með allt. Við erum eiginlega með meiri breidd en jafnvel við höfðum á Karolinska því á Karolinska höfðum við ekki geðheilbrigðismál en við erum með það líka. Þannig að þetta er stórt og mikið hlutverk og það er mjög gaman að segja þegar þú nefndir bráðamóttökuna. Það eins og alls annars í heiminum þegar ég mætti hana þá var bráðamóttökumálin voru ég segi ekki mólum en það eru mjög þung og löng bið og menn voru að dvelja á bráðamóttökunni í margar klukkustundir en núna eru við hvað við segja í síðasta mánuði þá voru tölurnar þannig að það er engar tölur sem við finnum einstað annar staðar með bið og annað, bið eftir lækni hversu lengi verð sem eru sambærilegar að því hvað eru lágar hjá okkur. Stuttur viðdvalartími á biðstofum? Já, bara það sem þarf og svo það eru frá því þú kemur inn dyrnar og þangað út búin að hitta lækni eru að meðaltali 9 mínútur. Við erum auðvitað kannski vel mönnuð þar og allt það má alveg segja allt það en svo dvelja þeir sjúklingar sem fá fullnaða þjónustu hjá okkur og þurfa ekki að leggjast inn. Þeir dvelja tiltölulega stutt og þeir sem þurfa að leggjast inn, þeir bíða einhverjar 2-3 klukktíma mestarlega eftir að komast inn á spítalann. En þetta var allt öðruvísi. Byrju, okkur hefur verið talað trúum það að þetta sé óleysanlegt verkefni, það hefur verið það hér. Ég held að það sé óleysanlegt verkefni með að það er forsendur sem Landspítalinn glíma við núna. Ég hafði svolítið einsinn í þessa tölur þegar ég var stjórnarformaður spítalans hérna í smá tíma og með það forsendur sem Landspítalinn hafði þá er það verkefni og hefur með sýnist ennþá þó ég sé ekki með svo innsýn í það þá er það óleysanlegt verkefni og það ég held að sé búið að gera eins mikið og hægt sem spítalinn sjálfur getur gert. Þetta verður óleysanlegt verkefni meðan að spítalinn með svona marga sjúklinga hjá sig sem ekki að fá þá þjónustu sem spítalinn þarf að fá og spítalinn hannaði fyrir eða byggði fyrir eða með þessi fráflæðisvandi sem Já, sem hefur kallaði fráflæðisvandi og mörgum finnst það sárt að sérstaklega eldri kynslóðin hefur kallað fráflæðisvandi en það er bara vandi sem hefur verið of lengi hérna hjá okkur á Íslandi. Þess að gamla fólki sérstaklega eru strandaglópar inn á hátæknisjúkrahúsinu þegar það ætti að vera vistað annar staðar. Vistað annar staðar, algjörlega. Það sem meðferðin á sjúkrahúsinu, á háskólasjúkrahúsinu er lokið og þetta er ekki eins og spurningu peninga þannig að það er dýrar að hafa það þar heldur en inn á hjúkrunarheimili. Þetta er spurningum að það þarf bara meiri kraft í auðvitað ekki hægt að byggja endalaust á hjúkrunarheimilum, það þarf meiri kraft í hvernig kerfið er uppbyggt og hvað það þarf að reisa eitthvað á hjúkrunarheimilum. Það er algjörlega ljóst. Sem að menn ekki að gera, allavega ekki að nægilegu mætti. Nei, mjög litlu marki. 21.000 starfsmenn og þessar þungu aðgerðir, við höfum séð fréttir erlendis frá og við höfum reyndar tekið þar upp og gert að umtalsefni hér í okkar miðlum. Þið eruð að leysa flókin verkefni ekki bara á grunni þekkingar eða utanákomandi aðstoða. Þið eruð að brjóta blað til dæmis eins og í nefni bara nýjasta dæmi heilaskurðaðgerðum. Já, algjörlega. Við erum búin að núna á síðustu 14-15 mánuðum búin að vera að gera minnst 3 mismunandi aðgerðir sem eru fyrstar í heiminum að vera gerðar og það á þessu stað. Þegar ég kem þarna að þá er gífurlega mikil þekking sem er þarna á sjúkrahúsinu og það er margt sem er líkt kannski með Íslandi við það að ef þú ætlar að starfa sem sérfræðingur á sjúkrahúsinu þá verður að fara að lágmarki 2 ár erlendis og sækja þekking og reynslu og svona eftir að sérnámanu lýkur. Bara starfandi sem fullgildur læknir á þínu sérsviði? Já. Og þeir hafa auðvitað þurft að borga einhverjum sjúkrahúsum fyrir að taka við fólki á þessum forsendum en það virðist virka vel. Þannig að það er ótrúlega þekking. Síðan bætist við að þessum stjórn á landinu er búin að setja inn mikla mikla ákefð í og metnað
sem gera það verkum og fólk svona einhvern veginn að bíða eftir því að fengja að gera og framkvæma sínar hugmyndir og það sem það hélt að vera hægt að gera og svo þegar ég kem á svæði þá gerði ég sjálfur sér ekkert mikið annað en að segja, já, frábær hugmynd, okkur er þetta ekki byrjað að ráða þessu. Og þá leið bara fyrir fólk. Og það við erum búin að gera alveg ótrúlega hluti, sko. Það var svona ákveðin hræðsla við að gera hluti eða reynsluleysi að gera hluti, meira að svona bíða eftir því að einhver taki og svona, hvað sem micromanage eða eitthvað. Þannig að það er svolítið tradisjón. Þeir eru búin að ná að breyta mjög miklu í kringum akkurat þennan hluta í viðskiptalífinu, bönkunum og öðrum svona stórfyrirtækjum, en núna erum við að reyna að koma þessu áfram innan heilbrigðisgeirans og hluta til einni innan svona okkar samstarfsaðila í háskólasamfélaginu. Íta undir frumkvæði? Já, sko frumkvæði þarna eitthvað staðar, það að íta það þannig að ég segi, stundum segi ég þora að gera, því þegar þú ætlar að gera eitthvað svona, þá þarf það líka þora að mistakast á þess að, þú veist, það hefur svolítið sterk tilfinninganna að mistök þá hverfa menn í annað starfi yfir nótt, sko. En við erum ekki þar núna, þannig að auðvitað það þannig að ef þið ætla að lukkast með eitthvað nýtt þá verður að mistakast á leiðinni. Þú ert að gera þetta auðvitað vel og gera það rétt og siðferðislega rétt og upplýsa sjúklinga og svona, en það er fullt af hlutum sem við verðum að gera sem eru svona mjög ábyrrandi að það er að takast. Þú nefnir 3 aðgerðir. Ég nefndi heilaskurðaðgerðirnar, þar eru þið að beita róbótum. Já, þessar 3 aðgerðir sem eru allar sameiginlega það er róbóttækni. Sko, fyrst gerðum við lifrarígræðslu, fyrstur í heiminum alveg með róbóta. Við gerðum síðan næst fyrir árið síðan að þá var það skipt hjarta alveg með róbóta og slepptu því að eins og gamla leiðin við að skipta hjartaígræðslur voru það að maður opnaði alveg brjóstkassan og glenda hann í sundur og svona, með að því að róbótarnir komast inn á svæði sem eru mikið minna svæði þá var það ekki gert heldur bara farið hérna milli rifja og gert nógu stórt svæði svo var þetta að koma hjartanu inn. Miklu minna inngrip. Miklu minna inngrip og sjúklingurinn á gjörgæslu í 2 daga og það var bara þess að við vorum fyrsti sko, við vorum að fara varlega og svo komin heim til sín eftir 10 daga og þetta var oft 2 vikna ferli á gjörgæslu og 6-7 vikur inn á deild sko. Svo var eiginlega sama, það síðasta var också með róbót, það var verið að taka æxli á stað sem mjög erfitt að komast að, það var svo þröngt í botnunum á kúpunni sko. Og þeir gerðu það, ég fylgdist nú algjörlega með þeim, þeir voru duglega að láta mig vita hvernig þeir æfðu sig, hvernig þeir byrjuðu að gera þetta, hvernig þeir undirbjuggu sig og síðan þegar komum fyrstu aðgerðinni þá gekk það svo ljómandi vel og þetta sjúklingur vissi að því, en sjúklingur kom heim eftir 23 klukktíma. Eftir svona heilaskurðaðgerð? Já, það sem var tekið úr æxli sem var stærð á 4 cm stærð. Þannig að ef ég skil þig rétt að þá lifðu sjúklingarnir, það fylgir ekki alltaf sögunni? Það er það sem við höfum alltaf gert. Það er þetta, já, það er allir lifað sem hafa farið undir þessari nýju tækni. Þú ert bæklunarskuralæknir í grunninn. Hvernig er að horfa upp á veröldina breytast með aðkomið þessara róbóta? Þetta er ekki erfitt beinlínis að trúa því að þetta sé mögulegt? Nei, sjálfur sér ekki. Ég var sem bæklunarskuralæknir, hryggjarskuralæknir að beita tækni sem í mínum aðgerðum sem var alveg meira síðan á Íslandi sem var ekki róbótar en það var svona staðsetningatækni sem róbótarnir byggja með miklu leyti á líka og þannig að ég hafði svona einhverja forsöndu fyrir því að vita að þetta væri hægt og er hægt en núna er bara verið að
tegja sig lengra og sjá hvar þetta gerir gagn. Það er hægt að gera alls konar skemmtilega hluti en það verður að vera þannig að notkun þeirra leiði til einhvers. Þetta er meiri kostnaður, minnst eins og að gera þetta, en það verður að hafa eitthvað tilgang annað en að þetta var bara gaman að gera eða, veist. En þarna eru þeir augljóslega að leysa úr verkefni sem að mannshöndin er einfaldlega of stór til þess að eða þarf meira inngrip. Já, það er þannig og gerir það að verkum að sjúklingurinn jafnar sig fyrr og vonandi verður árangurinn þegar við sjáum. Við erum að fylgja öllum sem sjúklingum eftir og eitthvað sem verður þetta byrt sem vísindar að sjá hvernig þeir farnast og ef þeir farnast betur þá kemur það líka í ljós. Lykilorðið í allir umræðu í dag að einhverju leyti tískuorð, það er gervigreind, en hvernig hún farin að spila saman við þetta? Spilar hún mikla rulluorðið í læknavísindunum eins og þetta blasir við þér? Nei, hún er svona á leiðinni inn. Það eru ótal tækifæri og þetta þú ferð ekki að fundi í dag í læknisfræðilega fundi eða rekstur á heilbrigðiskerfum fund nema það sé eiginlega bara að tala gervigreind og hvað sé að gerast og möguleikar og allt það. Nema ég lendi í því Bandaríkjunum daginn þar sem var sagt, nú er bannað að segja þetta orð AI næstu 4 klukkutíma. Þegar, þetta verður svolítið mikið. En málið það er komnar margar lausnir, það er mjög lítið það að sé farið að nýta þær eins og hægt að nýta. Það er margt sem liggur á bak við það. Sumar þurfa að passa inn í kerfin, önnur kerfi sem eru, og það er ekki alltaf það sem, þannig að og aðrar þurfa kannski virki ekki eins og menn vita, þannig að það er að prófa þær. Ég talaði við yfirmann á háskólasjúkrahúsi í Skandinavíu bara þegar ég var á fundi í London sem Economist var AI í heilbrigðismálum og var einn af frummælendum þar og svo talaði ég við hana eftir mitt erindi og þá sagði við við erum með 105 gervigreindaðar lausnir á spítalunum en við erum bara að nota 5 þeirra. Okay. Það er svona stundum þannig. En aðal hluturinn sem núna að vera að innleiða stærsta gervigreindar verkefni í heilbrigðiskerfum í Evrópu það að vera að innleiða það að minnka skriffinnsku læknanna. Og það virkað þannig að þú bara kveikir á annað símanum eða tölvunni og svo talar við sjúklinginn eða læknar síðan á milli og spyrir allar spurninga og allt það og þegar að því er lokið þá fyllir forritið út, þá bara kemur út á skerminum hvað það er sagt á strúktúraðan hátt lyf, ofnæmi, sögu fyllt í öll eyðublöð sem fylgja þessum sjúkdóm og svo ef menn vilja þá er næsta spurningi viltu fá tillögu greiningu. En það er ekki allir sem vilja það, sérstaklega eldra fólki það verður aðeins svona móðgara en yngra fólki tekur þetta notar þennan möguleika mjög mikið. Þannig að þetta er það sem komið lengst í gervigreind. Annað sem komið svona aðeins áfram í gervigreind þetta úrlestur röntgenmynda og svona úrlestur greiningaprófa sem myndgreiningin. Myndgreining sem þetta þú veist með annað já eða nei og svo safnar mikið af gögnum og svo lærir kerfið á það. Það er ekki alveg, það er ekki verið að sleppa mannsvöndina heldur þetta verið að aðstoða mannsvöndina og mun þetta ekki spara tíma og gera læknum þá betur kleift að vera í tengslu við sjúkling og sinna því sem mestu skiptir, spara dauðan tíma annars? Jú, það var birt núna bara fyrir nokkrum vikum grein af kunningi minn í Harvard sem var að skrifa þeir gerðu úttekt hvernig gekk á læknunum að nota þetta forrit sem heitir ambient listening eða sem bara hlustar passíft á og kemur því og
Það kom í ljós að þeir fengu, þú losaði 20% tíma læknana með skrifsku og það sem þeir sáu líka í stóru úrtaki, þetta var 6 mánaða tímabil í Boston, þá sáu þeir í stóru úrtaki að burnout lækna sem stórt vandamál í Bandaríkjunum minnkaði. Ég held að það helmingast eitthvað álíka. Það gerur hvernig hjálpar þetta, því að það er þannig að þessi skriffinnska eða bjúrókratía hefur slegað mjög mikið í lækna og hjúkrunarfræðinga og ástæðan er svo að fólk þegar fer í heilbrigðisgeirann þá það er alveg klárt akkúrat að fara þangað, þú ert að fara þangað að hjálpa fólki en svo lendur í einhverju hakkavél eða í kerfi sem leyfir þér ekki hjálpa eins mörgum og þú vildir. Það er alltaf verið að gleipir þig og verður alltaf að fylla í einhverju eyðublöð og þú ert að slá inn sjálfur eða diktera eða eitthvað og þá finnur fólk fyrir þessum vanmátt sem leiðir til burnout, sko. Er þetta ekki bara, mætti ekki yfirfæra þetta kennarastéttina? Fólk fyrir og lærir kennslu til þess að kenna börnum en síðan allt of mikið í einhverju skilum og samskiptum við reiða foreldra í gegnum tölvupósta. Það er ekki betur átt á tölvuna að tala við reiða foreldra. Ég held að það væri ég held að sú þekking sé til nú þegar. Þú nefnir skurðaðgerðirnar. Ég veit að þið hafi líka verið að vinna áhugaverða hluti í tengslum við þessar krabbameins meðferðir. Þú segir 25% íbúana sem að þurfa að kljást við þá erfiðu sjúkdóma. Þið eruð að gera hluti sem að þér tókst ekki að innleiða meira í Svíþjóð hjá því mikla sjúkrahúsi sem þú stýrið þar? Já, það er auðvitað svolítið gaman að segja frá því að nýjasta tækni í að meðhandla sérstaklega blóðkrabbamein, en núna kannski aðra sjúkdóm líka er að nýta ónæmiskerfið eða T-frumur í ónæmiskerfinu til þess að ráðast á vágestinn og það er kallað CAR-T meðferð og það voru Nóbelsverðlaun fyrir ætla sig ekki svona 5-6 ár fyrir þar uppgötvanir sem leiddu til þess að þetta er gífurlega flókin meðferð þar sem tekur frumur sjúklings úr honum og meðhandlaði með ákveðnum lyfjum og ákveðnum efnum og ferða til þess að ráðast síðan á krabbameinið. Þetta kostar heilmikið þannig að úti hjá okkur í Sádi þá kostar ein meðhandlun með þessum frumum í gegnum lyfjafyrirtækin. Það eru enda 2 sem hafa komið með ákveðnar lausnir í þessum efnum og fleiri á leiðinni. Þá kostar það $1 milljón hver meðferð. Það eru 130 milljónir. Já, og það gefur augalegu að það fá ekki allir. Þetta er stórt vandamál í Bandaríkjunum og annars staðar þetta er svo dýrt að þú næri ekki að meðhandla alla sem hefðu gagnaði. Kerfin ráða ekkert við það? Nei, það er bara kostnaðurinn er bara svo mikill, það gengur ekki. En þegar ég var á Karolinska þá vorum við að reyna að koma á samstarfi milli svona helstu háskólasjúkrahúsinu þar til þess að framleiða okkar eigin efni og eigin frumur, ekki senda það frá okkur og kaupa það af lyfjafyrirtækjunum. Og það gekk ekki. Þetta var eiginlega bara eitt af fyrstu verkefnum sem ég var í þarna og það gekk ekki, maður getur sagt að gekk ekki á 5 árum. Ég sá reyndar að þeir eru búin að koma sér upp húsnæði núna til þess að taka skrefin en hjá okkur hefur við verið að atast í þessu og það er skemmst frá að segja að við náðum núna að framleiða á algjörlega eftir öllum lögum, reglum og undir eftirliti lyfjaeftirlitsins okkar fyrstu frumur og meðhandluðum sjúkling sem ég faktisk hitti bara hérna fyrir 3 vikum síðan þar sem hún var að þakka mér og spítalanum fyrir lífgjöfuna því að hún hafði reynt að meðhandla áður með lyfjafyrirtækis sömu meðferð og það gekk ekki. En þarna var hún komin og þetta gekk svo glimrandi vel að við erum ennþá núna að byrja að framleiða fleiri og ætlum síðan að
núna á næstu mánuðum þegar við fáum þá byggingu sem við þurfum í þetta, framleiða ennþá meira. En það sem líka skemmst frá að segja að fyrir að kostnaðurinn var 1/5 af þeim kostnaði hefði við farið með þetta í gegnum þessa venjulegu meðferð hjá lyfjafyrirtækjunum. Þannig að við $200,000. Já, í raun og veru, og við sjáum fram á að við getum gert það í stærra magni fyrir minnst og kosti sömu upphæði eða læri og þannig að í raun og veru erum við að fá möguleika á meðhandla 5 sjúklinga á verði eins sem segir að það mun vera að það mun skipta gífurlega miklu máli bæði fyrir rannsóknir og framþróun og bara fyrir sjúklingana. Þú ert ekki vinsæll hjá lyfjafyrirtækjunum, gerir ég ráð fyrir? Nei, ég veit það ekki. Ég held að þeir kannski horfi á þetta sem að ég held að þeir séu nokkuð ánægð með að séu ekki aðra stofnanir búin að koma sér í þessa átt en mér sýnist einhverjir ætla að vera að reyna þetta, nokkur stærri sjúkrahúsum í Bandaríkjunum að reyna þetta en það gengur svona mismunandi vel sko en þannig komið fordæmi það komið mögulegt. Já, það fordæmi. Það líka fordæmi á einu staði í Bandaríkjunum að þetta sé hægt en leið og í Bandaríkjunum og þeir komið sér upp þeirra aðstöðu þá var það allt komið í samstarf við að því það eru peningar sem tala. Þetta er business þar annan átt. Þá varstu komið í samstarf við lyfjafyrirtæki og þú veist þannig að það er bara allt öðruvísi. Við erum að gera þetta á samfélagslegu forsendum, ekki á viðskiptalegu forsendum. Væri þetta mögulegt hér á landi í okkar fámenni? Nei, ég held að Ísland sé bara lítið fyrir það. Það þarf svo mikla þekkingu líka sem þú þarf að ná þér í og það þarf töluverðan mannfjölda til þess að gera þetta. Ég held að verði þetta best við horfum við framtíðina að Ísland myndi vera eitthvað svona samstarfi við á Norðurlöndunum þegar þetta að gerast. Ég veit að það 3 staðir á Norðurlöndunum sem komnir áleiðis að gera eitthvað svona, að því að menn vita bara það að þú hefur ekki efni á þessu. Og það ekkit, í sjálfu sér ekkit við lyfjaframleiðendur að setja út á vegna þess að þeir hafa þetta lagt mikið í þetta og þetta bara þeirra kostnaður en ef við getum gert það á öðrum forsendum og með okkar aðstöðu þá held ég að það sé mögulega að gera þetta. Umræðan hér heima snýr einatt að fjármögnun kerfisins og sívaxandi kostnaði, þjóðin eldast og annað. Hvernig tilfinningu hefur fyrir því þegar þú horfir heim til Íslands? Er þetta óleysanlegt verkefni eins og við tölum með bráðamóttökuna eða verður hægt með tækninýjungum og framþróun að sigla þessar skútu þannig að við getum sinnt fólki sem að veikist eða slasast á öllum aldri? Höfum eitthvað val. Ég held að það sé bara þannig. Ég held að sé núna flest lönd í Evrópu að glíma við þessa öldrun, glíma við fjármögnun heilbrigðiskerfisins. Ég var á fundi í Bandaríkjunum núna eins og ég nefndir áðan og þar voru svona tvær kanónur frá Evrópu sem afbúðu sig á síðustu stundu vegna þess að þeim voru kallar að teppi út af fjármálum. Það er mjög erfitt þannig að í mörgum þessum löndum þá heilbrigðiskerfið að stækka meira en þjóðarframleiðslan og það gengur ekki til lengri tíma. Í mörgum þessum löndum núna komið að því að fólk sé að fara eftirlaun. Í þýska heilbrigðiskerfinu þá innan 5 ára munu 30% af starfsmönnum í heilbrigðiskerfinu fara eftirlaun. 30%? 30%. Og þeir eru ekki með mannafla til þess að fylla upp í það gat? Nei. Það er bara ekki til. Fólk verður að gera eitthvað meira en að vinna í heilbrigðiskerfinu. Þannig að þú hefur ekkit annað val heldur en að nýta þér þá þekkingu sem þess vegna það brennur þar, en alveg svo hér.
það hefur aldrei verið, ég hef aldrei séð mörg á þessum heilbrigðisvandamálum leyst með bara peningum. Auðvitað, og stundum hef ég staðið þegar því stappa að segja nei við peninga. Því það er ekki það sem er. Þú eru eitt að vita hvað það fær fyrir peningin og númer 2 þá er það ef maður setur peninga inn í ákveðna hluti sem eitthvað, þá höfum við ákveðna tilhneigingu til að leggja í eitthvað svona átaksverkefni og svo hvað gerum við þegar átaksverkefni er búið? Að verkefni er að vinna öðruvísi, verkefni er að gera hlutinu öðruvísi því þú hefur ekkert annað val. Þetta er aðeins byrjað að banka á dyrnar hjá okkur út í Sádi, þannig að við erum ennþá að hugsa það því að þrátt fyrir margir telja að landið sé ríkt, þá er það auðvitað ríkt með mörg önnur lönd í kringum en það er ekki þjóðarframleiðsla þar per haus er bara 1/3 af því sem er í Bandaríkjunum til dæmis. Og núna auðvitað sé ekki peningaskortur en þeir fara að varlega með peninga þráttur þessi mikið af verkefnum sem svona stórverkefnum sem þeir sé að gera og fjárfrekum en það er alveg ljóst að við höfum fengið þau skilaboð að við leysum ekki málin með meiri peningum. Það er ekki gert þannig. En þú ert auðvitað fengið þarna inn til þess að brjóta kerfið hans upp og hugsa þetta upp á nýtt. Þú ert ekki komin þarna sem húsvörður. Nei. Ég fengi alveg ótrúlega mikinn stuðning og við það að fá, ég segi ekki frjálsar hendur en svona 90 og eitthvað frjálsar hendur með að taka tillit til hvað sem menningar en samt að brjóta upp vinnustæðamenninguna eins mikið og hægt og breyta því og það er auðvitað svolítið sem ég gerði á Karolinska líka tölvöld mikið og hefur svona eftir á hyggja kannski vakið meira athygli, ég er mjög gaman að því, ég fer núna cirka 2 ári til Boston og er þar við Harvard Business School og það sem taka og þeir gerir svona eins og þeir gera case og kenna hvað ég gerði á mínum árum á Karolinska sem undir breytingastjórnun sem er svona óvenjuleg breytingastjórnun sem samt allir vilja gera. Hvernig breytir vinnustæðamenningu á 21.000 manna vinnustæð? Það er ekki einn hlutur sem þú gerir marga hluti en þú heldur við sömu strategíu, sömu stefnu í svolítið tíma til þess að fólk átti sig á því þetta sé ekki eitthvað tísku fyrirbæri sem bara renn út í sandinn. Þú reynir að fá fólkið sem er að vinna í heilbrigðiskerfinu til að upplifa sig að það hafi svona mátt, að það sé hlusta á það hafi mátt til þess að breyta. Það breyti sjálft. Það sé ekki einhver sem er langa eftir sem segir þeim, heyrðu, ég segi þeim breyttu eða gerðu öðruvísi. En ég segi þeim ekki, heyrðu, þú ert ekki að labba í 20 skref þangað eða keyra með sjúklingin þangað. Eina sem þú átt að hugsa hvað er best fyrir sjúklingin? Allar spurningar sem komu upp, þá er það bara svo, hvað er best fyrir sjúklingin? Og þá fá menn aftur þennan tilgang sem þeir mun eftir af hverju fór ég að vinna í heilbrigðiskerfinu en ekki banka. Þannig að þetta er í raun bara valdefling gagnvart starfsfólkinu? Valdefling á strúktúraðan hátt, auðvitað er ekki allar tillögur þannig að þeir sjá heildamyndina sem er þá mitt og mína nánustu starf en þá þarf maður að hjálpa en það að trúa því að hluti geti gerst og það að breyta því þannig að fólk getur byrjað að hugsa aftur heyrðu, við erum að vinna á spítali, við erum ekki að vinna bensinstöð eða í banka. Aðeins að þessu samfélagi sem að þú flyst til, þetta er gjörólíkt okkar heimi, þarna ríkir konungsfjölskylda, hefur hitt þessa mikla höfðingi sem að maður sér bregða fyrir á fundum með Donald Trump og Xi Jinping og öðrum slíkum? Já, ég hef hitt konungi tvisvar og krónprinsinn oftar og það hefur að gera með að þeir báðir hafa sérstakann áhuga á spítalanum. Þeir kalla þetta sinn spítala sko.
og fjölskyldan hefur mikinn áhuga á þessu og mikinn metnað fyrir hönd spítalans. Þannig að sem óvenjulegt í þessu stóra samfélagi með öllum þessum málum sem eru í gangi að þetta sé svona, ég segi ekki áhugamál en minnst skipta sér að stefnumótandi ákvörðunum sem hefur aðalega kosti með sér því að fyrir minn hluta þá það þessi metnaður sem kemur með því líka og þeir hafa gríðarlega metnað fyrir allt þjóðfélagið en sérstaklega hefur aðeins svona smitast yfir á spítalunum. Þú varst í 5 ára á Karolinska, hvað ætlar að vera lengi þarna í þessu ótrúlega fjarlæga landi? Ég get ekki sagt hversu oft ég fæ þessu spurningu, sérstaklega núna þegar maður búinn að vera bráðum í 2 ár. Ég gerði 3 ára samning hana, þeir vilja endurnýja hann eða gera annan samning og ég ætla bara að sjá til núna á næsta hálfa ári hvað ég tek mig til. Ég búinn að nú þegar inn í stjórnum 2 fyrirtækja sem eru með gervigreindamál, þar sem ég gefi ákveðna ráðgjöf og mér finnst það mjög gaman. Maður veit ekki hvað maður gerir, ég með líka með, hvað maður segja, mjög sérstakar reynslu að vera að vinna þessu svæði og hitt þessa helstu áhrifamenn sem óvenjulegt fyrir vestræna menn að koma svo nálægt svo oft sem ég held ég geti ráðlagt fólki töluvert þarna. En svo getur bara verið að ég taki eitthvað af þessum tilboðum þar sem við erum að bjóðast að taka aðra spítala í heiminum. Það eru tilboð á borðinu? Já, það alveg. Ég veit ekki, það einn staður sem við erum ekki fengið tilboð frá, ég fengið tilboð frá Kína en ég held að svo eru öll enskumælandi löndin og allt. Þannig að í sjálfu sér ég ekkert að hugsa þetta þannig séð en það er tilboð á borðinu, það eitt tilboð á borðinu núna svo venjulega ég bara segja nei við þessu, nú ég í þessu verkefni og ég bara þannig, ég reyna að lojal verkefnið, klára það. En svo það þannig í heilbrigðiskerfinu að maður, þó maður sé íþróttamaður og vilja vinna, þá leikurinn aldrei búinn. Nei, hann er aldrei flautaður af. Hann er aldrei flautaður af. Það er aldrei pása. En það búið að flauta það í stjórn Landspítalans, þú vékst úr og hættir sem stjórnarformaður þar. Ég veit að mörgum sem ég hef rætt við að það eftirsjáðir að þeim vettvangi. Já, ég fór þannig inn sem, næstu persónulega greiða við Willum Þór. Willum þekkti ég aðeins úr Vesturbænum frá því gamla dag en mest frá því að hann var þjálfari á Val. Þar sem við áttum ágætt samstarf, ég var liðslæknir og hann var þjálfari og við þekktumst mjög vel og svo þegar hann fer í pólitík og í þessa stöðu þá biður hann hjálp og svo biður hann að sem ég aðstofamaður hans eða svona hálfgerður aðstofamaður hans í 6 mánuði og svo þegar þetta fyrir á stað þá fer ég að vera stjórn á honum. Svo auðvitað fjarlægðin gerði það að það var orðið erfiðara að sinna þessu á bestan hátt og þegar ég tók við starfinu þá svona talaði ég við Willum og sagði ok, ef þú vilt þá get ég gefið þessu séns í hálft ár og svo munum við taka samtalið og þegar sá tími var liðinn þá var hann ekki ráðherra, heldur að komi nýr ráðherra og á fyrsta mánuðum eftir að sá ráðherra tókið þá var ekkert samtal og ég heyrði ekki bofs og þá sá ég það er bara merkið það að eitt að taldi ekki þörf á mér og 2 að það var bara merkið fyrir sjálfa mig líka að ekki leggja þetta auka starf á mig og það er fullt af öðrum hlutum sem ég tekið að mér að gera í Evrópu í staðinn fyrir þetta. Allt hefur sinn tíma. Allt hefur sinn tíma og þetta er alltaf líka spurning hvað fólk voru að vinna með. Já. Björn, þakka kærlega fyrir samtalið og verður ekki að ljúka svo að segja bara áfram Valur. Jú, áfram Valur. Það er alltaf langskemmtilegt að segja það. Gangi vel í þínu starfi. Gæður.
Þá ekki meira hér á vettvangi spursmála þennan ágæta föstudaginn. Ég óska ykkur góðrar helgar. Minni hins vegar að lokum á það sem ég nefndi hér í upphafi máls míns. Það bókmánaðarins hjá bókaklúbbi Spursmála. Það hinn ægilega og áhrifamikla bók Helförin eftir Lawrence Rees. Hvet ykkur til að grípa hana og lesa. Við munum síðan hittast 27. nóvember, bókaklúbbsfélagar á vinnustofu Kjarvals. Þar mun Þór Whitehead, prófessor emeritus, setjast niður með mér og ætlum að ræða bókina og ýmislegt í tengslum við hana. Verið sæl.